Ég hefur veru ætlað í lögfræði mjög lengi og svo hugmyndilega fæddist þegar ég fór að horfa á Boston Legal með mömmu fyrir ansi mörgum árum. Ég valdi lögfræði vegna þess að mér finnst spennandi að lögfræðin er út allt í samfélaginu, til dæmis bara að maður les fréttir. Þú þarft ekki að skrolla niður MBL nema bara einu sinni og þá sérðu eitthvað það sem reynir á einhver lögfræði álitaefni. Síðan tengist lögfræðin líka heimspeki og siðfræði. Laganám er krefjandi nám en það býður líka upp á fjölbreytta starfsmöguleika. Lögfræðin er skemmtileg fyrst og fremst út af því að viðfangsefni sem slíkt er skemmtilegt. Lögfræðin fjallar lög og reglur í samfélaginu, hvernig þær eru settar, hvernig þær eru skýrðar og hvernig á að leysa úr ágreiningi með ákveðnum lögfræðilegum aðferðum. Þetta viðfangsefni er mjög skemmtilegt og hefur mikil tengsl við það sem er að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. Ég valdi Háskóla Íslands kannski fyrst og fremst af því að það lá svolítið beint við. Hann er þessi gamli rótgróni skóli og deildin búin að vera hérna í fleiri tugi ára og það er mjög góður grunnur og þekking sem maður fær og svo er félagslífið alveg frábært. Og maður sá það strax maður kom fyrst inn að hversu þéttur nemendahópurinn er og hversu mikið samfélag er í kringum lögfræðin í HÍ. Almenn lögfræði er í rauninni það fag innan lögfræðina sem að lítur að lögfræðilegum vinnubrögðum, í rauninni aðferðafræði lögfræðingsins. Þannig að því leyti til er almenna lögfræðin almenn, hún fjallar almennt vinnubrögð lögfræðinga og hún er líka ákveðið svona grundvallarfag vegna þess að allir lögfræðingar þurfa að tileinka sér almenna lögfræði, þurfa að vera svolítið færir í almennri lögfræði og þess vegna er þetta fag haft á fyrsta ári og gerð krafa í raun það að allir sem ætla hér að halda áfram námi við deildina séu búnir að læra almenna lögfræði og sýna að þeir kunni skila á henni. Kennsluhættirnir eru þannig að byggist aðalega á fyrirlesturum en kennararnir eru duglegir við að virkja nemendur til dæmis með því að spyrja bara út í sal en líka með því að bjóða okkur upp á að leysa verkefni í tíma. Stundum fáum við verkefni fyrirfram sem við fáum að leysa fyrir fram á bekkinn með nokkra daga fyrirvara og þá er það valkvætt hvort við viljum gera það. Og síðan eru umræðutímar í öllum námskeiðum sem mastersnemar sjá. Og tímarnir eru að breytast og lagadeildin hefur að mínum mati verið að breytast nokkuð ört. Það þýðir með öðrum orðum að kennsluhættirnir er að taka breytingum, meiri þá átt að nemendur séu virkir þátttakendur í sínu eigin námi, ræði málin við kennarann og nemendur og skili verkefnum á meðan á hverju önn stendur. Þannig að framvinda námsins er yfir önnina en ekki bara í prófi, 100% prófi í lokin. Þannig að metnaðurinn í lagadeildinni er ótvíræður í að bæta námið. Lögbergsdómur er dómsalur í Lögbergi þar sem við fáum að æfa okkur að flytja mál og í fyrra til dæmis þá gerðum við verkefni í réttafari þar sem við fáum að æfa okkur í að annarkvort vera stefnandi eða stefndi í máli, flytja máli fyrir dómi, svo eru dómarar líka. Oratóri er mjög gamalt félag. Það er elsta, fjölmennasta og sjálfsög öflugasta nemendafélag Háskólans og í raun og veru hverfist bara allt félagslíf lögfræði nema í kringum oratór. Það eru viðburðir alla föstudaga, það er árshátíð og hátíðamóttaka og ræðunámskeið, íþróttamót, ferðir og í raun og veru er þetta annar handleggur námsins sko. Það eru bækurnar og svo er það oratór. Mér félagslífið bara frábært. Ég var búinn að heyra góða hluti og alltaf fyrsta önn í lögfræði er rosalega þung. Þetta er svona mikið álag og það er svona að passa upp á að þessi tekið rosa vel á móti þér. Það eru svona nýnumakynningar, þú farið svona mentor sem er svona bara þinn svona leiðbeinandi sem þú getur alltaf leitað til. Það er rosalega mikið af spurningum sem maður er með þegar maður er nýbyrjaður. Og þetta er rosalega gott fyrir nýnumanna þegar maður er að koma inn. En svo er félagslífið sjálft líka bara mjög öflugt. Ég er mjög sátt við það að hafa farið í lagadeildina og afla mér þessara menntunar. Og mér finnst hún hafa nýst mér mjög vel, bæði lögfræðin og líka þessi agi í textagerð sem ég lærði í lögfræðinni, að beita tungumálinu á skýran hátt og beita rökfræðinni. Og ég mæli hiklaust með henni, mæli hiklaust með þessu námi því að mér finnst að breiddin sem að það gefur, hún er bara ómetanleg, það er svo mörg tækifæri, það er svo margt hægt að gera, það þurfi ekki allir að fara sömu leið og þetta er akkurat nám fyrir þá sem líka fyrir þá sem að vilja prófa eitthvað nýtt.
En þetta er náttúrulega fag sem að opnar mjög margar dyr. Þannig að það er alls ekki þannig að fólk þurfa að vera ákveðið í því 20 ára gamalt að ætla sér að verða lögmaður eða eitthvað svoleiðis, flytja mál eða verja glæpamenn í réttarsal. Og það er líka algengur misskilningur. Heyri ég stundum hjá fólki sem er að byrja í lögfræði að það haldi að lögfræðin sé svolítið bundin við Ísland vegna þess að þú ert að læra íslensk lög, er það ekki? En þetta er ekki þannig. Það er þannig að íslenska réttarkerfið er svona hluti af ákveðinni fjölskyldu réttarkerfa og nám í lögfræði frá Háskóla Íslands nýtist þér mjög vel í framhaldsnámi erlendis í lögfræði. Þú getur unnið við lögfræði störf á erlendri grundu, þú getur tekið próf og aflaði lögmannsréttinda í erlendum ríkjum og svo framvegis. Þannig að íslenski lögfræðingar eru að vinna út um allan heim og geta nýtt menntun sína þetta á mjög víðum grundvelli. Ég fór til Prag í Tékklandi í skiptinám og ástæðan fyrir ég valdi Prag var vegna þess að ég hafði komið þangað áður og vissi hversu falleg borgin er og þegar ég las mig til skólan þá sá ég að þetta var mjög góður lagaskóli. Mér fannst HÍ undirbúa mig mjög vel fyrir námið í Charles, alveg klárlega og ég tók bara eftir því að það voru margir nemendur í skólanum sem voru verð undirbúnir, ég get alveg sagt það. Þannig að já, HÍ undirbjó mig mjög vel.